Komið í sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Já, komið sæl og verið velkomin í klefann. Fyrst þá langar mig að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta, kann að meta. Klefinn, við erum mjög þakklátt fyrir okkar samstarfsaðila. En þeir eru 3, Hafið fiskverslun, þar sem gæðin skipta máli. Þú getur kíkt í 2 verslanir Hafsins í Hlíðasmára 8 eða Spönginni 13. Því halló, við viljum svo sannarlega bara það besta fyrir okkar fólk. Good. Heyrðu, það eru mér svo stór fréttir. Nú er nýjasta viðbótin í Good fjölskylduna að koma í verslanir, en það er hvíta súkkulaðið. Það er rosalegt. En endilega skoðið innihaldslýsingar á Good vörunum og því sem þeir eru vön að kaupa, og þá sjáu þið að Good vörunar eru svo miklu sykurminni og klálega eitthvað sem þeir eru að fara að velja framvegis. Að lokum er það heilsuhillan frá Artasan. Þar finnur vandaða vörur til bættra heilsu og velliðinar. Ég nota mikið nútrilengið, það hjálpar mér við liðina, það er bara nauðsynja að vara, ég finn það. Einnig sprayvítamínið og núna er ég að prófa vítamín fyrir hárið, ég er mjög spennt að fylgjast með því. En heyrðu, eigum við ekki bara að vinda okkur í þáttinn, takk kærlega fyrir að hlusta og gjöru þið svo vel. Jæja, komið sæl, í dag, ég rekna með þrusuþætti í dag. Það er hún Tinna Jökuls, er að koma, hún situr hérna fyrir fram á mig, hún er lengur komin. Herri, hún er sjúkraþjálfari í sporthúsinu, sjúkraþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handbolta og stjörnunar. Ég bara kann alla söguna henni. Hún er 5 barna móðir. Jú. Hún á 4 drengi og hvað elsta barnið er? 15. Og svo tvíburarnir 5. Já, það er nóg að gera heim hjá þér. Jep. Og þú varst í handbolta í Garðabæ? Nei, ég var í Fylki. Þú varst í Fylki handbolta? Já. Ok, og þú ert eigandi fókusþjálfunar. Já. Og ert með námskeið og meðal annars fyrir svona yngri leikmenn í handbolta í stjörnunni. Já. Og ég vildi einmitt fá þig í dag til þess að svona heyra meira að því og bara svona, hvað er fókusþjálfun? Fókusþjálfun er í rauninni bara svona konsept sem að mér fannst pínu vanta inn í ansi góða þjálfun, þú veist, sem er nú þegar til staðar. Og í starfi mínu sem sjúkraþjálfari þá lenti ég oft í því að vera að fá kannski unga iðkendur sem voru bara alveg á fullu og fengu svo kannski eitthvað verk og var bara sagt að hvíla. Og mér fannst þetta að vera svolítið svona einföld lausn, eða jafnvel ekki lausn, af því að ofta er þetta ekki hvíld sem að krakkar þurfa, heldur kannski eitthvað vandamál sem þarf að vinna í. Þetta er bara vandamál sem býður. Já, í rauninni. Og mér fannst þetta einhvern veginn þurfa að bæði að fræða iðkendur og kannski vonandi þjálfara líka í bara því hvað er hægt að fyrirbyggja og í rauninni einfaldar leiðir á að takast á við vandamál sem kannski ekki búið að snjóboltast upp í eitthvað stærra vandamál og taka krakka út úr íþrótti í eitthvað tíma, sko. Svona gætir komið sem einhvers konar inngrip. Já, og þetta byrjaði eða þannig í alvörunni, það var bara svona eitt strákur sem kom til mín og hann var bara í fótbolta og hann bara 10-12 ára og hann var bara komið í sjúkraþjálfun og bara búin að hvíla í 6 vikur og var bara orðin dabur, þú veist, bara fast ömurlegt að missa af öllum þessum æfingum og keppnum og hann var að drepast í held í hælnum eða eitthvað. Og þetta sem var mjög algengt á þeim aldrei. Mjög algengt. Og oft á tíðum er lausnin rosalega einföld. Og þarna kom hann í einhverja 3 tíma í sjúkraþjálfun og ég kendi honum að rúlla og teygja og aðeins að fara, þú veist, hérna undir ylina, þú veist, að því hún var illt í kálfanum og í alvörinu hann bara lagast á þessum 3 tíma og bara komin á fullt. Þannig að maður hugsa og þarna var ég alveg, mér langar svo að krakkar vita þess meir líkama sinn, þú veist, að þau vita eins bara herðu, mér er illt hér, ég er með ykkur tól hérna til þess að vinna í þessu. Já, ok. Og þetta er nefnilega, þú veist, þetta snýst svolítið mitt bara þetta að kenna þeim svona fyrirbyggjandi æfingar. Ég segi oft bara íþróttafólki sem ég er með að prófa að fara bara í svona fómflex tíma út af því fólk er eitthvað svona að rúlla svo kann það ekki og ég bara farði bara í nokkra tíma og þá actually lærir það og þá ertu svona allan að komin aðeins nær. Nákvæmlega. Og veist þú ert ekki að fara, þú veist, gera eitthvað rugl. Fókusþjálfun,
fann lista, sko. Já, Og það þú veist, meiðslaforvörn, jafnvægi, liðleiki, samhæfing, hreyfiteygir, líkamsbeiting, fyrirbyggjandæfingar og kognitiv æfingar. já, Þannig að nú þurfum við að fara yfir þetta. nú þurfum við að fara í þetta, já, nákvæmlega. Svona, ef við byrjum bara, þú veist, á þessari meiðslaforvörn. Já, Ok, þegar þú ert með þessa æfingar, Já. við fyrir bara þangað, Já. ef þú ert með þessa æfingar. ég skal útskýra svolítið hvað ég er að vinna með. Já, því ég er búin að sjá þig á Instagram og Já. það heitir fókusþjálfun og þá er svona bæði venjulegar æfingar, en það er líka skrýtnar æfingar. Ég sé krakkar labbi kringum keilur með svona bortennisbaða, pompa kúlu og eitthvað svona. Nákvæmlega. Þannig að ég var svona, þess vegna var ég bara eitthvað, ok, þú veist, þetta er eitthvað sem ég þekki ekki og ég þarf að heyra aðeins meir um. Já, Þannig að segðu mér frá æfingum og svona sem þú ert Já. að gera. sko, venjulega, ef ég segi bara svona frá típiskri æfingu á svona námskeiðum sem ég er með, Já. að þá byrjum við alltaf á því að fara í gegnum hreyfiteygir. Og ég einfalda alltaf rosalega, mér er nefnilega vanta þegar krakkar er að stækka hratt og þá er yfirleitt verið að á þessum aldri, kannski 12 til 16 ára, Já. að þá eru þau að taka út þennan vaxtakip og alls konar breytingar í líkamannum og þá eru þau oft líka farin að æfa með úlingaliði. Þannig að þau eru kannski að bæta, þú veist, bæði að bæta sérst ákefð í æfingum og síðan er verið að bæta æfingalengd kannski og einu sinni oftar í viku. Þannig að þarna ertu komið 3 þætti sem er verið að auka á sama tíma og þú ert að taka upp vaxtakip. Og þetta er alveg svona pínu ávísun á að fá í bakið eða fá eitthvað staðar illt og svona álagsmeðsli. Og mikil þreyta oft sem fylgir þessu og þannig að mér fannst mjög mikilvægt fyrir þessa krakka að vera búin að taka út hreyfanleikan, við hugsunum líka mikið út frá bandvefnum og stundum er það þannig þegar maður er að stækka hratt að þá er eins og bandvefurinn eða jafnvel bara að beininu vaxi á undan vöðvunum þannig að allar senar og allt Já, verða teygja bara svo á ógeðslega stífar Já. og þá verða allir ógeðslega stirðir og maður hefur alveg séð þetta, þú veist, krakkar sem er að stækka og þeir eru rosa stirð og er að hlaupa Og bara ráða ekkert við líka. Ráða einmitt. Ég nefnilega kalli þetta, út að ég er með hlaupaðingar fyrir þennan aldur, Já. ég kalli þetta, já, hann er á bamba tímabilinu. Já, Þú veist, og þá bara, Hljótum allt. já, þá bara svona fatta fólk að ég bara, já, við erum bara þolinmóð, við Já. skulum bara, þú veist, fara í gegnum þetta, höldum áfram og Einmitt. eitthvað, þú veist, en þetta líður hjá þetta líður hjá. bambi. Já, nákvæmlega. Og þetta er, og þess vegna kenni ég þeim þessar hreyfiteygir á undan æfingum. Já. Og það er það sem er svo mikilvægt. Við kannski lærðum það hérna í gamla daga, bara já, tegið svo á í loka æfingar og allir settust niður og tegið þú aftan á hægri hamstring og svo hann bara farin inn í klefa. Ok, en bara út að ég ætla að spyrja þig með teygir, þú veist, hreyfiteygir versus static teygir, þetta er ekki, kallast það ekki það? Jú, statískar teygir. Já, statískar, eru það statískar þá eftir æfingar og hreyfiteygir fyrir eða, þú Sko, veist? það er svona, já, það er svona uppleggið. Er það ekki? Jú, Já. og það er svona það að við, með því að nota hreyfiteygir og þá erum við ekki bara að lengja vöðvana, heldur við erum að undirbúa allan líkamann, bæði liðamótin og þú veist, liðpokan og allt sem er í kringum liðina og við erum að hreyfa vöðvana fram og tilbaka þannig að þeir eru svona, við erum svolítið að mjólka þá eða þannig. Já. Þannig að við erum að gera þá meira tilbúin í átökin. Undirbúa það, mér stað Já. hljóma mjög vel. Við Já. erum að undirbúa fyrir Undirbúa þau. átökin, sko. Já. Í staðan fyrir, þú veist, að sitja kjurr og Já. þú ert búin að skokka og svo situr kjurr og vöðvarnir eru bara ekki að gera neitt. Og fyrir utan það, þegar við setjumst út tegjum, við erum ekkert mikið að tegja, við erum ofta að kjafta, við erum á æfingum og svona. Og mér finnst alveg mikilvægt líka fyrir þess að krakka að fatta og ég er svona, ég lætu alltaf gera ein ákveðna teygju og svo býi til svona hreyfi flæði fyrir þau. Ég blanda saman 4 æfingum og ég skýri þær allar, þeim finnst ég rosa hallarsleg en bara whatever. Það er okkar hlutur. Já, já, en á meðan þau læra það Já. og meðan þau geta tilenga sér það. Af því að þegar maður segir við krakka, verður duglegur að teygja, þá er þau bara, veit ekkert hvað það, Bara, þú veist, já. bara hvað á ég að gera, þú veist. Einmitt. En ef þeir eru bara með eitthvað system, það eru bara þessar 4 teygjur sem svona næstu í covera allt og þá er ég góður, þú veist, þá get ég allavega gert það. Einmitt. Og byrja bara nú að snemma. Af því mér finnst, þú veist, það eru flestir komnir með því, allir meistaraflokk að gera hreyfiteygjur og allir gera, Já, þú veist, en þarna eru við að markmiðið með þessu er að þú veist, fá góðar venjur inn strax, þannig að krakkarnir geta tilenga sér þetta og þau finna, ég lætu þess að gera þessa testteygjur og svo gerum við hreyfiflæði, þessar 4 teygjur hana, eða hreyfiteygjur Já. og svo gerum við hann aftur og þá finna þau bara, ok, wow, þú veist, þetta er basically bara að halla sér fram úr inn og ná með hendunum í golf Já. og svo gerum við eitthvað svona nokkra teygjur, Spiderman og eitthvað og svo gerum við aftur og þá er þau bara, já, þannig að þá er þetta selt, þá bara, herðu,
ég er að græða eitthvað á þessu. Nei, þú veist, ég með svipað sko Já. og bara, þú veist að þá gera það hnébæ, þá finnur að vera svona skökk, hún er búin að tegja annari með minni og ég Já. grínast oft með það, ég segi nú ætla ég að sýna ykkur að ég er töfrakona. Já, Þannig að prófið þetta og svo bara, já. En þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör snill. En ok, bara fyrst að ég hefði það hérna, við erum að ræða þetta. Gæti ég fengið til þess að gera grein og tegjurnar með vídeo kannski og setja maður inn á kleifan.is? Það er alveg möguleiki. Já, hún alltaf ert ekki að fara að segja nei núna. Ég er með ljósaði. Það er ekki séns, bara eitthvað, já, nei. En nú ertu búin að lofa því on camera. Svo nefnast niður. Herðu, já, ok, þú byrjar á tegjunum. Já, við byrjum á tegjunum. Já. Og síðan, þú veist, og ég ger ekkert of lengi einu, þú veist, maður verður aðeins að hafa þetta líka svolítið skemmtilegt og svona alls konar. Þannig að við gerum þetta og þau eru bara svona í róleitunum, við setjum smá músík og vinnum bara eitthvað í þessu að dunda og síðan fyrir við að virkja. Og ég útskýri fyrir þeim þetta einfalda, og ég reyna að einfalda allt þannig að þau bara skilji. Og þau við erum bara með þessar stóru vöðva, global vöðvana sem eru hreyfivöðvar, síðan við erum með innra vöðvakerfi sem er stöðuleikakerfi og við þurfum að virkja það þegar þeir eru stundum í fríi, þú veist, eitthvað svona bara mjög basic og kennið bara svona að virkja í rauninni alla þessa litlu stöðuleikavöðva kringum mjaðmir, axlið aðalega og síðan fyrir við yfirleitt strax eftir það, þá erum við bara orðnúslega heit og þeim fannst þetta mjög ég var að kenna rétt á þann og þau voru alveg, ég er alveg fann að svitna og við erum bara búin að standa á svo dínu allan tíman, þannig að og þá fyrir við oft í svona einhver hopp og lendingar og ég tek þau í smá svona viðbrasleiki þar sem ég er að benda í þessa átt og þau að hlaupa í þessa átt og þannig að þannig erum við að virkja kognitífa og þessa samhæfingu og fókusinn að við erum að virkja svolítið taugakerfi, að við séum alert, að við séum viðbúin öllu því sem að íþróttin krefst af okkur og þannig erum við komin í svolítið hasar og þetta tekur svona yfirleitt svona korter þar sem ég er með þau í ykkur svona drillum stundum tek ég bara jafnvægisæfingar, stundum tek ég bara teygjur, nota mínibönd og er að kenna þeim á það eða nuttbolta eða rúllur, tek það sesjón og síðan enda ég yfirleitt alltaf á seinasti hálftíminn er í rauninni svona stöðvaþjálfun og þá erum við með þessar, eins og þú sagði, skrítnuæfingar pínu og ég blanda því svolítið saman, ég get ekki bara verið með eitthvað sirkusæfingar þarna, ég verða að vera með líka, ef ég er með handboltakrakka þá tek ég svolítið handboltadrillur ef ég er með fótboltakrakka þá nota ég meiri fótbolta Já, ég sagði þú varst með einhver að drilla handbolta og snerta keilur eitthvað svona á milli og til dæmis ég var með eina æfingu í dag þar sem að mjög sniðut og það er app sem ég nota sem er bara frýtt, eða þú getur verið með svona eitthvað prófakant en þú getur líka bara verið með frýtt sem heitir, maður ekki akkur núna Ok, ég skal setja það svona ping, á skjáin allavega Já, við kíkjum á það að það er, þú veist, og þá ertu bara þú stillir bara eitthvað æfingu eins og núna var ég með gula, rauðan, græn og bláan keilu og bjó bara til kassa og krakkarnir voru inn í kassanum og síðan eru þau að halda blöðru lifandi í loftinu og horfa á ljós sem að kemur blár gulur, það er eitthvað skilaboð sem að þú átt að fara eftir og þá þarf að bregðast við og snerta gula keilu, rauða keilu en á sama tíma ert að halda blöðrunni þú veist þannig að þú ert bara tögkerfið, þetta er allt þú ert að auka viðsýni, þú ert að auka viðbragð, snerpu, þú ert að þjálfa svo margt í einu og það er rosalega gaman að hlusta á svona fræðimenn svona sérstaklega kringu fótboltan, það komur svolítið áhersla á þetta hjá þessum helstu sérfræðingum Jörgen Klopp og þessir gæjar hana að þeir eru svolítið að agatera fyrir þessu að við séum búin að bara í þjálfunar bara sögu, eða við erum bara orðin svo fær við erum búin að maksa þú veist, styrk og hraða, snerpu, tækni við erum búin að maksa þetta allt, við erum að búa til ógeðslega flotta leikmenn, en þá er það þessi partur, þessi kognitífa þessi víðsýni og þetta svona þetta heitir scanning í fótbolta, þá ertu bara hversu oft kíkjur upp, það er alltaf að vera búið til svona vídeo, vera að telja hversu Messi er að skanna völlin, hann er alltaf að kíkja og alltaf að meta hvað er anstæðingurinn, hvað eru mótherjarnir, hvað eru samherjarnir, hvað er langt í næst, allt þetta, þannig að bara meta völlin stanslust og þá ert þú framar, ef þú ert búin að þjálfa þetta sérstaklega, af því auðvitað erum við að þjálfa þetta á venjulegum æfingum, en þarna ef að þig langar að skara fram úr og ég held í alvörni að þetta hjálpa okkur líka alveg samkvæmt við ætlum að verða atvinnumæður í greininni eða ekki en bara seinna meir þegar þú ert orðin gamall eða þú ert eldri og ert kannski bara að keyra að þá ertu betri af því þú ert með meiri kveikt á öllum
En þú veist, ég til dæmis skoð að horfa á sjónvarpið og skróla í símanum Þú og ert með rosalega góða ég hægni. geti örgulega að hoppa á öðru fæti leiðinni. Nákvæmlega. En er eitthvað svona sérstakur aldur sem að við ættum að vera, þú veist, erum við meðtækilega, þú veist, á einhverjum ákveðnum aldri eða ættum við að byrja á einhverjum ákveðnum aldri, þú veist, þetta er svona, þú veist, Já. maður finnur þegar maður er að vinna með börn, þú veist, ég er náttúrulega þjálfa hlaup þannig að það er alltaf að tala um að auðvitað að gera gömlum hund að hlaupa að sitja og allt þetta dæmi en ég finnum mér, þú veist, mér finnst börn í kringum 10 ára Já. vera algjör veisla, mér finnst þau bara soga til sín Algjörir þekkingu svampar, já. og þau bara skilja og þú veist, leiður ofta orðin ég veit ekki, 16 ára og eldri oft, þá finnst mér svona, ok, ég þarf að finna einhverja svona aðeins meira krefjandi leiðir til þess að ná þeim, sko. Algjörlega. Þannig að hvað er þetta hjá þér? Ég hef minnst farið niður í svona 11-12 ára. Ok. Mér finnst það að vera hent út fyrir þetta, Já. af því að þetta er svona sértækt eða þannig. Þetta er svona meira, það væri alveg hægt að fara neðar hugsanlega. En það er örugglega mjög einstaklisbundið. Það er það nefnilega. Já. Og þarna ertu þegar þú ert orðin 11-12 ára, ég var í fyrsta sinn þegar ég prófaði svona yngri hópa þá fekk ég alltaf spurninga, getum við spilað? Og ég alveg, nei, við erum ekki á þannig æfingu, þannig að við erum bara í þessu núna, þú veist, og þeir voru ekki alveg að fatta hvað þeir voru þarna og bara, þú veist, þannig Það truflar alltaf hérna. Já, þannig að þetta er svona pínu, en það er mjög mikilvægt samt að ná þeim og þeir þurfa að skilja, krakkarnir, iðkendur þurfa að skilja hvað við erum að gera þarna, þú veist, og maður þarf líka svolítið að útskýra að við erum ekki bara að passa að þau meiðist ekki, af því þau eru ekkert endilega að tengja við það. Kannski hafðu aldrei meiðst og aldrei fundið neitt og eru bara í þessu og ekki að pæla neinu. En kannski bara líka, þú veist, hvað gerum við ef við erum með lengri og tilbúnari vöðva og tökjari við okkar betur, þú veist, búið að kveikja betur á því, þú veist, erum við þá ekki betri í fótbolta eða betri í körfubolta eða blaki eða hvað sem við erum að gera. Mér finnst góð þessi Messi-lýsing hjá þér. Já. Þú veist, og ég er svona, þú veist, ef ég myndi hugsa handbolta, þá myndi ég hugsa Aron Pálma að horfa við völlin og hann bara svona sér að línumæðan er að fara þangað og þú veist, eitthvað. Já, og það er einmitt þetta sem ég tek oft bara svona dæmi út úr íþróttinni sjálfri, bara hvað erum við að gera, þú veist, hvað er markmaður að gera, hann þarf stanslaust að vera meta aðstæður bara og fjarlægð bara og þegar við erum í vörn og ef við talum bara um handbolta, þú veist, að þá erum við bara þú veist, við erum stanslist, við erum með hérna hendurnar og línumann, við erum að passa stígjólínuna, við erum að passa að fara ekki á langt, af því að þjálfarinn sagði okkur að fara ekki á langt, síðan kemur þessi hérna, ég veit að hún fyrir alltaf til hægri, ég þarf að meta það, svo klippir hún með einhverja sem ég veit að fyrir alltaf til vinstri, þetta er bara ekkert eðla mikið upplýsingum. Þú veist, þetta er alveg svona, þannig að þú veist, ég var bara stressuð. Já. Ég var spretthlaupari. Þú varst bara tilbúin. Ég hljóp bara frá A til B. Nei, ok, ég hefði handbolta einu sinni, en ég fattaði. En þannig að þú veist, þarna er bara eitthvað svo ótrúlega mikið og þegar ég seti þetta upp í svona dæmi fyrir krakkana og bara svona pínu, þú veist, allt sem þau þurfa að vera að meta á sko mikrosekundu, að þá er bara svona, já, ok, það er kannski óslega mikilvægt að vera búin að þjálfa eitthvað meira heldur en bara hvernig ég á að kasta fast eða gera þessa fintu eða, og einn punktur sem ég finnst mjög áhugaverður líka, að mér finnst að rannsóknir hafa sýnt núna að unga kynslóðin er að þjálfa með sér rosalega mikla svona tunnel vision eða sérst svona hvað heitir þetta? Þeir eru svona þröngsýn svolítið. Já, þeir eru svo mikið í snjallsímum og þannig tækjum þú veist og við öll bara að við erum svo mikið að fókusera alltaf á lítinn punkt þannig að við erum kannski ekki þú veist, og þetta með að ef þú ert alltaf að fókusera okkur einn punkt og alltaf svo koma út á fótboltavöll og þú veist, skanna allan völlin og vita hvar allir eru, helst líka fyrir aftæði, að þá þarft að þjálfa bara þessa hæfni, að við erum svolítið bara að fara í þetta mót. Þannig að þess vegna held ég líka að þessir mistarar hana, fótboltakallandi sem eru svolítið aðgættir að fyrir þessu, að þetta er svolítið að koma í ljós og þeir tala náttúrulega þetta svolítið bara svolítið, ef þú vilt skjara fram úr, ef þú vilt vera sá besti, þá er það þessi þáttu sem mun koma þér lengra. Og það eru alveg til í því, en það er kannski ekki alveg markmið mitt með mínu konsepti. Þú veist, auðvitað vil ég að allir verði góðir og allt þetta, en það er ekki, þú veist, ég titla mig ekki sem svona afreks. Þú vilt bara function. Já, ég vil bara allir hafi svolítið fjölbreytta hæfileika, þú veist, því fleiri boltar sem getur drilla, þú veist, því betur ertu einn, það er bara þannig. Já. Getur þú tekið svona marga? Með 3. Já, já, með þjálfara sem var mikið með okkur í þessu. Mælur með þessu? Já. Ok. Með 3 eða 4 eða bara?
já, bara þú veist Byrja tveimur. já, byrja á tveimur og byrja með einni hendi hérna, bara, Já. æfa sig fara með, já, dripla með tveimur dripla aftan bak, alls konar Er þetta stundu fyndnaræfingar? já, og þau finnst þetta ógeðslega gaman Já. þetta er ógeðslega skemmtlegt, ég er ógeðslega mikið með blöðrur og eitthvað, eins og til dæmis æfinguna ég bjó eina til mér, þess að fyndi mér svo sniðut af því að þú ert með svona hekkisakka svona grjóna, þú veist og þú ert að kasta honum á milli, ég og þú Já. og sen erum við með blöðru og við erum að slá honum á milli á sama tíma og þannig að þú þarft að slá, ljúft og svo þarft að kasta og grípa þannig að þú ert alltaf að Bregðast skipta í rauninni force, þannig að mjög margir fara bara að negla í boltan óvart, þú veist, þannig að þannig að þetta er alveg svona eitthvað sem að og svo erum við alveg fann að bæta þeir sem áttum góður í þessu og búin að vera ofta námskeið hjá mér, þá geta þær fann að dripla og kasta og slá, þú veist, þannig að eins og bara sparka á milli og dripla, þú veist, það er til dæmis eina æfing sem er bara ótrúlega góð, bara vera að dripla bolta og sparka innum á milli. Útskrifast maður einhver tíman úr þessu, þú veist, getur maður ekki alltaf Já, ef þú fer vinnu í Sirkus Íslands Hefur verið með æfingar fyrir þau Ég myndi örugglega lítið límir þar En ok, jafnvægi hvernig ert að vinna með jafnvægi? Já, við erum rosa mikið bara að ég lætur rosalega mikið finna, þú veist, ég lætur fara úr skónum og finna, þú veist, prófa að loka augunum hvað gerist ef við tökum eitt þáttinn út, við reyðum okkur augun og innra eyra og hérna viðtakana í fótunum okkar veist, ef við tökum út augun, hvað gerist þá er það byrju, ég fyrir að grafa hérna tásurnar aðeins svona í dýnuna, já, einmitt og þetta er kennsla, þú veist, þannig þau að fatta, ok, ég get þjálfað þetta upp, þú veist, og ég útskýr fyrir þeim, hafi ekki oft, þú veist, næstu því snúi ykkur og þá má svona, þú veist, og ég fór tilbaka og þá útskýri fyrir þeim hvað er að gerast þarna og þetta gerist náttúrulega bara mikrosekundu, þú veist, og þetta, þannig að þeim finnst þetta svolítið áhugavert, þau aldrei pælt í þessu, þetta er bara svona, þú veist, þannig ok, hvað getum við gert þá til þess að bregðast við ef við lendum í því að fara eins og langt og því meira sem við erum búin að styrkja okkur í að fara of langt, því líklega erum við að geta tekið okkur tilbaka en ekki farið yfir og snúið okkur. Já. Þannig að við erum að láta að gera, ég láta að gera óslega mikið á svona snúningsæfingum og öðrum fæti. Eru jafnvægisæfingar, horfir á það aðalega bara sem ökklaæfingar eða eru jafnvægisæfingar? Við tökum eiginlega ekki sundur neðri keðjuna, þetta er eiginlega bara neðri keðja, ökli, hné, mjöðn. Já, ok. Og í rauninni allar stabiliserandi æfingar og jafnvægisæfingar sem við gerum fyrir hné, það gagnast okkur upp í mjöðn og niður í ökla. Þú veist, þannig að þetta er eiginlega bara svona ein heild. Já. Þannig að, já. Ertu með eitthvað svona uppáhals jafnvægisæfingu? Ég er með eina svolítið skemmtilega, það kemur alltaf of mikið fjör í hópin, það er ég læti standa á öðrum fæti og sér 2 og 2 saman og annar þeirra stendur og er búin að finna jafnvægi svona að loka augunum og hinna og labba svona í kringum hann og íta hans í hann. Það er að stjaka við honum, þannig að hann fái, þú veist, áreiti bara svona pínu eins og er í leik og þá er hann aðeins að bregðast og þetta finnst þeim mjög skemmtilegt. Ég var á einhverju námskeiðum daginn hjá Primal. Já. Og þá fórum við í leik sem er svona svipað sem heitir eitthvað hóra og putta. og við stöndum og við erum að standa alveg kjör og svo er einhver, þú veist, að fara að klína hórinu í þig og þú ert svona, þú veist, að færa þig svona, þú ert svona mjúkur eitthvað, stendur alveg báða fætur, sko. En þú veist, þetta var erfitt, sko, þannig að bara svona hugmynd fyrir þig. Já, þetta er góð hugmynd, hóra og putta. Þetta er mjög skrítin mjög skemmtilegt nafn. Já, en hérna líkamsbeiting og þess að það, þú veist, þá ertu væntanlega bara svolítið að gera þau svolítið svona meðvitið hvernig þau er að beita líkamannum og hérna. Nákvæmlega, og það er fyrst mér alveg ofboðslega mikilvægur partur í þessu fræðslunni. Af því að ofta tíðum eins og segir, þessi krakkar eru bara að æfa og þau eru bara ekkert að pæla, þú veist hvað, þú veist, ekki fyrir en kannski eitthvað gerist og þá er það bara mér svo illt í hælinum eða eitthvað. Og alveg synda þurfi eitthvað þannig einmitt til það, sko, en sko en eins og til dæmis eins og fótboltakrakkarnir þeir eru rosalega mikið að sparka mikið, kannski með öðrum fætinu með eitt ráðandi fót og að nára meðsli er mjög algengt og eins og taka bara svona smá, þú veist, þess að þegar þau koma í sjúkraþjálfun til mín þá lætu þau hreyfa sig og ég horfi á alla heildrænt á líkamann, bara ég sé bara hvort á mjöðum sé skökk eða hvort að sé eitthvað snúningur í þeim sem væri kannski bara einfalt að laga með því að teygja framan og styrkja aftan veist, og ég kenni þeim svolítið þetta að það við séum með þessa agonista og antagonista í líkamannum sem er að vinna móti ykkur öðrum og það er oft þetta jafnvægi sem er mjög mikilvægt og við þurfum að vera með þetta jafnvægi
og ég tek út svona einfalt dæmi eins og þetta með fótboltan, þú veist, hvað þurfum við að geta til þess að geta sparka fast, það þarf líka að vera svona árangurs Já, sjálfsagt. Já, þú veist, ekki bara eitthvað hvernig á ekki að Nei, meiðast. það er ekkert sérstaklega skemmtilegt að fara. Nei, og þau tengja ekkert mikið, þú veist, það þarf að vera svolítið hvernig get ég orðið betri, þú veist. Gera þetta með betri. Já, þú veist, og það er bara þetta að geta trekt í skotið, bara þannig erum við að virkja bara rassinn og haminn og hvernig, þú veist, þarna og síðan þar ég þá að hafa þessa hreyfigetu í mjöðminni og þá er mjög mikilvægt að kunna að rúlla og teygja og þú veist, allt þetta sem að maður getur þá auki hreyfigetuna í mjöðminni. Já. Og taka þá kannski nokkur dæmis á þetta sikkur megin hérna, eða kannski bara hællin eða kálfin, þú veist, mann illt í kálfunum. Hvað er hægt að gera? Og hvað er hægt að gera? Við getum teygt á, við getum styrt, við getum, þú veist, rúllað og ég kenni þeim að fara hérna með nuddbolta í kálfan og þú veist, og það, og svo líka mjög mikilvægt að fara í ylina. Og hvað... Gleymir fólk því ekki svolítið? Ég held það nefnilega. Það er náttúrulega væntanlega festist allt undir iljónum. Já. Og svo ótrúlega mikið að sinum þarna og við reyðum okkur svo mikið á þetta þegar við erum að hlaupa og stóratáin, hún er líka mjög mikilvæg að vera með góðan hreyfanleika í öklanum og góðan hreyfanleika í stóratá af því ef við hugsaum bara það hvernig stígum við fótinn svo þurfum að spyrna frá það kemur alveg svaka hreyfing í stóratána þannig að ef við höfum einhver tíma verið í gifsi til dæmis eða eitthvað og þurft að vera lengi kjur og þá styrnar oft öklin og stóratáin þannig að stundum er nóg að fara bara undir ylina með boltan og láta boltan þá sökkva inn. Það er mjög mikilvægt að vera ekki bara dittiri að gera eitthvað í símanum með hann. Veist, að láta bara eitthvað skrolla hann undir. Að vera bara að finna punkt og ráðast á hann með því að láta boltan sökkva inn og svo geti byrjað aðeins að hreyfa hann til. Því að við bregðumst á móti árið högjum við okkar þannig að við fáum áriði, það bara spennum við á móti. Það þarf ekki að gera neitt gagn. Þannig að mér er mikilvægt að kenna þeim þetta, að fá þetta slaka, anda og svo getum við byrjað að nutta. Og líka þá, þú veist, náttúrulega bara í öllu, en mér finnst nefnilega svo mikið að fólki vera svo stíft í rassvöðunum, sko. Og mér finnst svona, það er ógeðslega vont ef maður hittir á réttu punktana með boltana og eitthvað, þú veist, en þú getur verið að nutta og það er bara, þú veist, það er vont og þú heldur þess að gera gagn, en auðvitað ættum við að reyna að slaka svolítið og ég segi alltaf við fólk ég var að reyna að klára ekki setningu. Nei, það tókst vel. Já. Sorry. En það er samt í alveg svo mikið svona triggerpunktum þetta í rassvöðunum. Já. Að ef við hittum bara á eitt slíkan og erum bara eitthvað kræst, það er ekki séns í náið að slaka eitthvað inn í þetta. Þá verðum við bara að fara og jaðarinn á honum og aðeins að vera þar og svona mjólka sig inn að vestapunktinu. Það þarf maður bara að vera svona aðeins á jaðarinn. Við viljum fara í vondupunktana. Já, þú veist, en það verður samt að vera þetta viðmið, þú veist, ef þú nærði ekki að slaka þig, þá ertu ekki að gera neitt gagn. Þú verður að ná að... Getur kannski farið á jaðarinn, þangað til þú ert þarna, komið svolítið. Herðu, hvað eigum við að æfa svona æfingar oft? Svona eins og fókusþjálfun? Já. Sko, mér finnst að draumur minn væri að koma þessum hugsunahætti til allra þjálfara sem er að þjálfa ungmenni. Að reyna að koma sér sem fyrst inn að einhverju leyti, veist, að það sé alltaf partur af æfingunni, veist, að því ég kem í handboltaþjálfari til dæmis er að þjálfa 50 flokk kalla eða handkvenna og ég kem inn og segja, allir í stórviskaleik. Nei, við ætlum öll að fara í miðuna og við ætlum að taka 5 mínútur. Ég veit að maður er ógeðslega gráður á tíman þegar maður er að þjálfa handbolta eða eitthvað svona íþrótt því að maður vill bara kenna íþróttina. Maður loksins fær maður, þú veist, 60 mínútur. Og þú þarft að fara við þetta og þetta og ég veit þetta alveg. Currency, sko. En ef við gætum tekið 5 mínútur, bara í eitthvað svona þannig að þetta verði að svona góðri venju og náttúrulega bara til fyrirmynda væri ef að félögin væri bara með þannig að það væri bara alltaf mætt 20 mínútur áður og gert einhvers konar svona æfingar. Það er sem ég ætla að segja, einmitt. Já, að það væri bara allir rótnir ógeðslega heitir og búin að virkja allt og tegja og allir svo getur við komið inn og þá getur við farið í stórviskaleik eða fótbolta eða hvað sem að gerir í uppbytun. Það er búin að kveikja. En mér finnst líka oft svona eitthvað, þau eru ekki nógu duglega að tegja eftir æfingar, þjálfarar eiga og maður bara svona heyrði, þú veist. Þjálfarinn er með 8-10 iðkendur í einu litlu sal og hann ætlar sko aldeilis að nota tímann. Það er það. Og ég var ofta að reyna að segja við foreldrarna bara, skiptist þeir bara á að fara út í hótt og skiptist á að stýra tegjum. Látið þið bara tegja. Og bara, þú veist, notum tíma þjálfarana með krökkunum í hitt, skilur en eða bara gera þetta heima með börnunum. Já. En svo er líka alveg hægt að vera sneiðugur, ef maður er kannski komin aðeins með
þú veist, þeir þjálfarar sem eru aðeins búin að kynna sér þetta, þú veist, þetta þarf ekki að vera einhver sirkusæfingar, þú veist, þetta ekki bara nóg að vera bara, allir með 3 bolta eða þú veist, helminguna, af því að kannski ekki nóg mikið að bolta með eitthvað, helmingur fyrir í smá, gera fótadrillur, hoppa yfir kross, velja sér eitt kross og bara gera smá fótaæfingar og hinn fer að drilla með 3 boltum, svo skiptum við hópnum og svo bara svo bara æfing, þú veist, þannig að þarna erum við búin að koma kannski inn smá af einhvers konar svona æfingum, þú veist, við gerum jafnvægi þessa vikuna, svo gerum við smá fótavinnu þessa vikuna, svo ætlum við að fara aðeins í kor í þessa viku, þú veist, bara þannig að sé alltaf tekin smá tími, það þarf ekki að vera langur tími. En hvar eiga þjálfarar og foreldrar að finna svona upplýsingar? Svona æfingar. Já. Maður þarf náttúrulega kannski bara að googla svolítið, maður þarf að, þú veist, en það getur náttúrulega aldrei að vita nema að ég komi með þetta á heimasíðuna mína þegar fókusþjálfun verið búin að setja upp heimasíða, það verið svona fræðslumúlar þar. Já, það verður gaman. Það alveg fínt að ef þú myndir setja á heimasíðuna svona reglulega allavega einhverja svona hugmyndiræfingum þannig að nú ég þjálfari eitthvað og ég alveg bara svona þú veist, ég veit ekkert hvað ég á að byrja sko. Nei, einmitt. Þú veist, þess vegna var ég alveg svona spæði hvar maður er að finna þessara upplýsingar sko. En þannig að þú vilt meina að vætti maður reyna að gera þetta svolítið svona bara smá part af æfingunni bara svona aðeins til þess að víkka hugan og algjörlega. Og líka kannski bara, þú veist, ef að þú ert búin að vera með mót og langar að taka eina svona flippaæfingu sem kannski ekki alveg bara, þú veist, það sama og þú ert búin að vera undirbúið liði fyrir mót, svo kannski ekki mót eða leikur eða eitthvað, svo langar að taka eina svona aðeins léttari, koma með eitthvað svona og þá er þú veist þess vegna að hafa samband og maður getur bara komið og, þú veist, það er líka alveg hægt, þú veist, að maður getur komið inn með þetta og mér langar útrúlega að hafa svona workshop eða svona vinnustofu fyrir þjálfara. Við erum bara að fara að gera það. Er það ekki? Já. Að bara vera með svona þannig að maður geti kynnt alla þessa, þetta, að því að einmitt, það er svolítið margir sem miklu þetta fyrir sér, mér er bara, ég er ekkert í þessu, ég kann þetta. Já, ég veit ekki, en kannski bara að gefa þeim smá æfingabanka og svona bara pæla aðeins, bara hvernig get ég, veist, komið þessu inn í æfingarnar. Já, og ég ætlaði svo að fara að spyrja hvort það er betra að gera þetta fyrir eða eftir æfingar, en mér heyrist við gera þetta fyrir. Allavega þessar hreyfiteygir og þessar virkjanir, eða þessar virkja litlu vöðvana og það. Myndi ég segja hann er alveg gott að teygja á eftir æfingar. Einmitt. En jafnvægisæfingar, það er fyrir. Ég myndi gera það, já. Það áttu líka ferskur og ekki ára þreyttur og sjúskaður og gerir hlutina illa. Það áttu líka að virkja, alla viðtaka, þannig að svo þegar þú ferði í aksjón, að þá er búið að virkja. Þú veist, þannig að þeir eru tilbúin að takast á við þessi átök, sko. Þetta er eins og, ég segi alltaf með sprettina, að oft er eitthvað svona æfingin og búið að gera úksla mikið, svo bara tökum við sprett í lokin. Og ég sem spretthlaupa er bara eitthvað svona þetta grínast, það er allir þreyttir, þú veist, þetta er bara, þú veist, þú ert ekki að fá eins mikið út úr þessu og þau eru að gera stefnubreitingar og hlaupa tilbaka og þau eru ekki að vanda sig að gera þetta og eitthvað, þannig að þau geta gert þessar æfingar, svo geta þau tekið sprettina, þau eru búin að hita upp og svo geta þau farað og þá er bara 20 mínútur eftir æfingunni segi svona. En þetta er þá eitthvað svona svolítið sem snýst svolítið taugakerfið. Já, það er rauninni þessi, þú veist, þetta sem ég var að tala áðan með að vera með, þú veist, marga bolta á lofti, þú veist, að því fleiri, ef þú ert góður í að sparka bolta í vegg og dripla við hliðina, þú veist, þá ertu með kveikt á öllu kerfinu, sko. Já. Og þetta, þú veist, þetta kognitífa og þetta hand-eye coordination sem er, þú veist, þessi samhæfing milli handa og augna. Og það er þetta tennisbáðadæmi, veist, og það er til dæmis ekkert eðlilega gott dæmi því að þú getur bara veist, verið að halda tennisbolta á lofti og síðan eftir að lappa yfir eitthvað, einhverjar þrautir, kannski ferð yfir einhverjar grindur og svo hærri bekk og þú veist, þarft að meta fjarlægð og þarft að meta hæð og þannig að þú ert að þjálfa auguðín rosalega mikið og þú ert að æfa rosalega mikið að þjálfa augun í að meta fjarlægð þannig og svo ertu líka, þú veist, að þú þarft ekki verið að horfa á boltan. Þú ert að dripla inn á boltanum með spaðanum og svo sérðu þau samt sem áður út undan þér. Já. Þannig að þú ert að auka þessa viðsýni. Og þessi aukþjálfun er rosalega mikilvæg líka. Já. Og markmenn þekkja kannski svolítið meira þessar æfingar sem eru markmenn ef við tala handbolta og fótbolta. Já. Og margir spila, er þetta bara fyrir boltaíþróttir? Nei, ég er að þjálfa frjálsar, ég er alveg að hugsa bara, að virki einhvern veginn allt saman og bara, það er að álega við fleiri íþróttir, sko. Mér er samt, útskýringin þín með Messi, mér finnst hún mjög góð.
og ég með okkur svona vídeo, við erum að halda fyrirlesturinn daginn fyrir Breiðablik hérna fótboltadeildina Já. og ég með okkur svona vídeo sem að sýna, ég veit nú ekki hvað þessir fótboltasnillingar heita, en hérna það var einmitt einn þarna, þá var að sýna hvað hann horfir mikið upp, hann var sérst að sóla upp völlin og með fullt af munnum í sér og hann kíkti aldrei niður á boltan. Hann var allan tíman, hann vissi bara nákvæmlega hvar boltin var. Þannig að því meira sem þú gerir á þannig æfingum, þar sem þú ert bara með augun uppi en veist nákvæmlega, þannig að þetta er bara samhæfing og þessi endurtekning. Já, nákvæmlega. Já. Þannig að það er rosalega skemmtilegt að pæla hans í þessu. Og ég mitt í lok fyrirlesturins þá sagði ég bara, þú veist, bara endilega googla þá bara inn á YouTube og hvað á maður að googla? Það er þessi cognitive training sport, og coordination sem er svona samhæfing og síðan er þetta ég er að muna hvað þetta heitir, þetta app, Jesús. Alltaf, við finnum út því. Ég fæði til að skrifa, ég fleiri en eina greinar, sko. Og aftur getur ekki sagt neitt. Okay. En með sem sagt, því þegar við erum að tala þetta, þá hugsa ég svolítið svona unganaldur, eða þú veist, vorum að tala svona 11 ára plúsa, eitthvað svona. Er eitthvað svona, þú veist, svona eins og skólanámskrá, þú veist, er eitthvað svona, þú veist, það verður sniðut að við reyna að ná þessu á þessum aldri og svo þessu og þessu, þú veist, er eitthvað svona tröppugangur í þessu, þú veist, kannski ef maður byrjar að snemma í þessu, þá er það væntanlega, en við erum kannski núna bara að vakna og sjá hvað þetta er bara mikilvægt. Ótrúlega mikilvægt og þetta er svo mikilvægt líka bara með svo mikilvægt að krakkarnir nái tökum á sig og það verður bara svona partur af æfingunni. Þetta sé ekki eitthvað, við erum látið tegja óslega mikið í dag, heldur bara það er alltaf þannig og þetta er bara geggjað, vákvæmið líf vel af þessu. Þú veist að það er markmiðið í rauninni. En ég held að þessar hreyfiteygir og það, þú veist þau, eins og sé þegar að krakkar eru komnir upp í svona nálgast meistaraflokkana, þá er þetta orðin bara svona hluti af rútínu. Sko, þú veist, þannig að því fyrir sem við byrjum að setja inn einhvers konar teygjur og hreyfiflæði eða þó er ekki nefn bara að láta því uppbytun, taka smá framstig, afturstig, hliðaskref, bara eitthvað svona þannig í rauninni drillur sem eru svona ekki bara hlaup, sko. Og og síðan er allt hitt, sko, þessi vísinni og samhæfing og þetta, veist, það má alveg vera að byrja bara strax og svo halda áfram með það og fara bara og flækja æfingarnar, veist, bæta bara fleiri boltum eða nokkrum blöðrum eða gera þetta allt upp á palli eða upp á bósubolta eða þú veist bara stegum magna æfingarnarinni þegar þú komið kannski með 16-17 ára sem að ráða alveg við að gera, þú veist, ég hef oft verið með eitthvað og þú veist bara spinna eitthvað á staðnum að því ég sé bara þau eru öll að ráða við þetta ekkert mál, sko. Þannig bara herri, við förum hérna núna eitthvað, setjum eitthvað í gang. Já, ég nefnilega sé, sko, þegar ég með æfingarnar að stundum er ég bara eitthvað, þú veist, þeir sveifla fótunum, þú veist, fótasveiflur. Standa allir í hælana og eitthvað og ég bara eitthvað, þú getur ekki hreyft eða stendur í hælana, þú veist, þannig að mér stóð bara eitthvað, já, ok, nú ætlum ég bara að byrja með þessu, við ætlum bara að læra að gera fótasveiflur og hreyfiteygju og svo finnst mér líka, sko, að þú veist, þjálfari segir eitthvað, gerum þetta svona og krakkarnir að gera bara nákvæmlega sem þjálfarinn sagði, en þau finn ekki neitt og eru náttúrulega alls ekki að fara kvarti við því að þau finn ekki teygjuna eitthvað. Og ég myndi alltaf fyrir að segja við þau, ef þið finnið ekki, skilur, prófið þá bara, þú veist, að kreppa öklan eða rétta betur úr ykkur, fara hærra upp á tábergið og þess aftar. Og svo finnst mér, og ég vil bara hvetja bara allt íþróttafólk, að vera erfið krakkinn á æfingum og spyrja af hverju erum við að gera þetta. Nákvæmlega. Út af því að þjálfarar eiga náttúrulega að geta útskýrt, við erum að gera þetta til þess að ekki bara, já, ég gerði þetta alltaf. Já. Þú veist, þannig að mér finnst það vera alveg mikilvægt, sko, að spyrja bara af hverju erum við að gera þetta því að ef þau vita tilgangin með æfingunni, þá eru þau kannski viljuri og vilja kannski frekar gera þetta því þau sjá að þetta er kannski veikleiki hjá þeim, sko. Algjörlega, og þau þurfa að vita líka að það er rosa gott að tengja þetta við bara þá færni sem þau þurfa til þess að geta stunda íþróttina. Já. Eins og þetta með að trekja í skot í fótbolta eða trekja í skot í handbolta eða þú veist hvað gerist eða þú ert ógeðslega stífur í efra baki og getur bara ekki neitt hreyfti og þú ætlar bara að skjóta með hendinni svona. Þá ertu bara búin 25, sko. Þannig að þú þarft að geta notað allan líkamann og skýtu miklu fastar. Ég get líka sagt þér að það hleypur enginn hratt með stífa mjaðmir, sko. Nei. Þú veist, það bara, þú veist, og fólk ekki eins og spá í hvað ég að gera fyrir mjaðmyndir á mér, sko. Nei. Þannig að það er alveg svona margt sem að, mér hugsa
Hvað svo framundan hjá fókusþjálfun og Tinnu? Já, framundan allan í næstu viku ég að fara, landsliðið að keppa í ég alltaf með stjörnuna, ég með þeim á bekknum, stelpunar, og síðan ég með landsliðið að keppa núna í næstu viku, þessum undakeppni EM. Já. En svo Hvert að fara á, við þannig að spila? Það Svíþjóð núna, Já. heima og heiman, Okay. og síðan verða Færeyjar og Luxemborg í apríl, þannig að þá að klárast þessi undakeppni fyrir EM sem þá sérst í næsta desember, núna í desember. Já, ok. Ertu aðalega að vinna með íþróttafólki? Mikið, ég myndi segja að væri svona 50-50. Ég Nú alveg líka það. með alveg fullt af bara þeim sem að koma. Ok, og Já. þú ert í sporthúsinu? Já, sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Fólk getur Já, haft samband þangað. og ég þar og ég hef verið með námskeið þar líka hjá þeim. Þau Já. eru mjög svona á sömu línu og ég finn mikið svona rosalega gaman að það svona allir á sömu braut með þessar fyrirbyggjandi og svona fæ mikið stuðning þar. Þú veist, það er rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem eins þingjandi og maður sjálfur sko. Svo það eiginlega svona fyndi út af því að auðvitað eru sjúkraþjálfarar að hugsa fyrirbyggjandi æfingar sko, og ef það væri engin meittur þá væri næstu í vandræðum sko. Einmitt. En maður vill helst bara, maður óska þess að það verði bara ekkert að gera eitthvað sjúkraþjálfarum. Það væri bara dásanlegt. Það bara geggjað. Ef allir væri bara búin að hugsa vel líkamann á sér og svona bara kannski skildi líkamann og þess að þar. Og það líka það sem ég hugsa svolítið með þessu, að þetta sé bara, þetta gott bara veganistinn í lífi, þó þú hættir í íþróttunniðinni 17 ára, 18 ára, þú veist, þá ertu samt að læra alltaf þessa hluti og getur tekið þetta með þér ef þú heldur áfram í rektin eða ert að setja skrifstofin, ert alltaf stífur og þá, já, ég átt að gera eitthvað hérna, þú veist, þannig að þú hefur eitthvað tól, sko, og þetta er svona gott bara fyrir líðheilsuna að setna mér. Algjörlega. Þannig að, en ég myndi helst náttúrulega, ég er alveg rosa, miklar, væntingar, mér langar útrúlega mikið að bara, eins og sé verið með að fræða þjálfara, þannig að þeir geti svona tekið þetta meira inn í sína þjálfun. Ok, en við hvetjum lið og þjálfara til þess að endilega hafa samband. Já, ég ætla að setja upp eitthvað svona gott workshop bara fyrir þjálfara og mjög svona praktísk, þannig að þeir geta bara að byrja að nota þetta strax. Þú veist, ég nenni ekki eitthvað svona og treysta sér til þess að nota. Já. Og mér langar, ég er með hugmyndum að fara með þetta inn á vinnustæði, að vera með svona smá líkamsbeitingar, pínu æfingar í alls konar svona, þannig að við getum blanda saman svolítið, þú veist, ég veit að sjúkraþjálfarar fara á vinnustæði, þau verða að stilla stóla á það. Já. Og mjög margir vinnustarrótni svona flæðandi að þannig þú ert aldrei með sama borðið þannig að þú þarft að læra einhverjar einfaldar leiðir til þess að þú getur sjálfur gert þetta. Þú veist, ég er alltaf að koma einhvern veginn gefa öllum verkfærin, þú veist, því að ég vil að fólk geti bara bjargast þess sjálft, þannig að ég væri til að búa til þannig, þú veist, að fókusþjálfuna fyrir fyrirtæki og náttúrulega bara geggjað. Sem getur líka verið svona, þú veist, skemmtinn. Ég get alveg ímyndið mér að við séum flæjandi og við værum með smá þannig líka með sko, algjörlega aðeins að hafa þetta gaman. Það væri geggjað ef við kemur sinni bara í leikfimi í skólunum, bara íþróttir, barna, bara hafa þetta sem hluti af, ég veit ég komin mjög langt núna, en þetta er stóri draumurinn sko. Já, og ég skil hann, hefur þið séð börn í dag taka koddnís? Nei, þau kunni ekki koddnís? Nei. Og ég heyrði að, ég veit ekkert hvort þetta er sagt, en ég ætla nú bara að segja, ég heyrði að þetta var alltaf koddnís, þú bara tókst próf í koddnís áfram og aftur og baka og eitthvað, en það voru oft foreldrar sem voru náttúrulega bara kvarti við því að barnið sitt var látið gera þetta og kannski meiði sig eða eitthvað, þú veist, þannig að íþróttakennarar þori ekki lengur að gera þetta. Nei. Það er sagan sem ég heyri, ég veit ekkert hvort þetta sé rétt eða eitthvað, en mér finnst þetta skrítið. Þú veist, mér finnst að við eigum að stjórna líkamannum börn, þú veist, við eigum að gera kröfur, smá. Já, það má gera kröfur, en þú veist, við verðum líka að hugsa bara hvernig þjóðfélag okkar er að breytast og hvernig kyrrstættin og snjallsímar og allt þetta er að taka yfir. Algjörlega. Og hvað er tilgangurinn með skólaleikfimi og íþróttum? Hver er tilgangurinn? Viljum við ekki bara fræða krakka og þeir fá að nota líkamann sinn og kynnast líkamannum sínum og það eru þessar reyfingar til dæmis eins og ég með. Já. Þú lærir ótrúlega mikið á þessu með því að fara í einhverja kónguló eða neðust einhver hundin hérna, þú veist, bara jóga, það er til dæmis bara ótrúlega bara, já, vá, herðu, ég har ekki sénsinn á hælunum mínum í gólfið. Nei. Hvað segir það? Ok, ég er óslastífur í kálfum, þá þarf ég að læra, þú veist, allt þetta, þannig að þetta er þetta veganesti inn í lífið. Algjörlega. Og þú veist, ég væri til að komast bara inn í þetta, að þetta væri svona hluti af svona þessari pæling og ég veit að það er alveg fleiri sem á að tala um þetta. Já.
Þannig að mér finnst að það væri, Er ekki eitthvað svona, íþróttakennara þing eða eitthvað sem við getum komið ykkur inn á? góð hugmynd. Er það ekki? Jú. Það lítur að vera eitthvað svona Já. peppir alla íþróttakennara Já. og eitthvað. En get ég fengið þið til þess að sína einhverja æfingar, ég veit úr til gallabuxum og allt þetta, en þetta er Já. bara fráslegt. Getum við tekið einhver dæmi sem við getum sett að viti, ég get klift núna og við getum aðeins fært kannski eitthvað og þannig að ef fólk vill fá kannski 3 hugmyndir. Þannig að þið sem eru að hlusta, bara þá ætlum við að kötta hér Já. og takk fyrir að hlusta. En við hvetjum ykkur til þess að fara á YouTube-ið á Klefinn podcast og við ætlum að skoða nokkur æfingar sem að við getum gert. Yes. Ég held að þetta getur verið svona fjölskyldaæfing, það ekki? Öll fjölskylda þetta bara verið heima að prófa þessu og það eru örugglega stór skemmtilegt. Herðu, allan að takk því sem eru að hlusta, en við skulum þá búið til smá space og reyna Gera það. gera eitthvað þannig. Þetta er ein af mínum uppáhalds svona hreyfitegjum sem að ég kenni og þetta er mjög gott fyrir krakka sem eru að vaksa hratt og bara alla. Ef þú ert ekkert með verki í bakinu eða einhvers staðar, prófaðu þá að leggjast á gólfið og gera þessa æfingu. Hún er svona verkjastillandi. Og þá er það þannig að þú liggur bara á annan hliðinni og svo setur þú bara annan fótinn með beina út. Ertu með þetta? Ok, já. Og síðan liggur ég hérna og síðan setur aðra hendina hérna og svo ætlar ég bara að vinda alveg hérna, einmitt, farð þú hérna stóll, hérna, alveg hérna og ég er að opna alveg brjóstið og ég kíkja á eftir hendinni og ef að stundum finnum maður til í öxlinni, stundum maður finnur bakið, stundum kemur alveg svaka strengur hérna niður og ef að ég finn lítið þá get ég bara hækkað fótinn ofar og jafnvel toga tánna aðeins að mér. Þú ert með fótinn hennar. Já, hinn skiptir ekki neinu máli. Okay. Það er bara þessi efri hérna sem skiptir mestu máli. Ef við höfum öll einhvern veginn gert þessa hérna og hérna, þetta er rosa gott þess að liðka efri bakið. En með því að hafa hnéð beint þá erum við að taka svolítið bandvefinn með og alla fasjur og allt saman og svo við liggjum við hérna, opnum, blásum frá og svo slökum við á í svona 3 og tilbaka. Og gera þetta svona, ég veit ekki, 6 til 10 sinnum. Og reyna að ná bara eins langt og maður getur og þau hækki bara fótinn til þess að fá hans ekstra. Þannig að þetta er alveg ógeðslega góð æfing. Okay. Yes. Við erum algjörlega improvising hérna. Já. Ok, þá er það númer 2. Þá ætlum við að taka... Þá ætlum við að taka smá samæfingu. Ok. Og þá er það smá stígi og það kannast nú... Vá, komstu bara með stígan með þér? Já, bara með þetta á mér. Hvernig er þetta nú? Svona, það kannast nú flesti við stigan. Þannig að það er að bæta alls konar drillum í stigan. Þú veist, annarkvort að vera bara með, þú veist, bolta, við tökum hérna bolta. Og ég er að gera hérna eitthvað, hérna fótavinna einhver hér. Og bara með því að hafa boltan hérna í kringum mjaðmirnar. Þú veist, þá er ég strax komið með hérna samhæfingu og meiri rauninni áskorun við æfinguna. En við þurfum ekkert endilega að stiga. Við getum gert þetta heima hjá okkur bara á flísunum heima eða Algjörlega. Improvise. Algjörlega. Ok, en þarna erum við að vinna þá með, þú veist... Við erum að vinna með fótavinnu, við erum að vinna með snerpu, við erum að vinna með samhæfingu. Já. Okay. Bingo. Áttu eina í viðbót? Já, ég á eina jafnvægisæfingu. Ok, Nei, við notum bara þennan hérna bolta. Ok. Það er æfing sem það er spurning hvort að við hækka svona. Já. Og þá er ótrúlega gott að standa á öðru fæti upp við vegg og ef þið eigið þungan bolta þá er það best. Okay. En það er alveg hægt að láta körfubolta eða fótbolta, bara einhvern bolta, þú veist, eða eitthvað, þú veist, sem þið getið svona dundrað í vegginn. Þannig að þið haldið að standa öðru fæti á fætinu sem er nær veggnum og snúið upp á okkur og kastið í og grípið aftur. Þannig að ef hann er þunguboltinn þá fáið þið meira svona snúningsátak. Já. Og hérna erum við bara hreinlega að styrkja hnéð, mjöðmina, ökklan í því að lenda í snúning. Veist, þannig að við erum að fara inn í hreyfinguna með þyngd og ná að vera sterk þar og halda móti. Þannig að þetta er alveg svona pjúra fyrirbyggjandi æfing og styrktaræfing. Og reyna að stíga ekki niður á milli. Já, halda stöðunni og þegar ég er búin að negla að reyna að ná stabilitetinu aftur. Okay. Þannig að ekki bara leyfa þér að detta, heldur að halda alltaf sterkur
í mjöðminni, eða sérst í unninu öllu fætinu sem þú stígur í. Hvað gerum við þetta? Ég myndi segja bara svona cirka 10 sinum á hverja hlið. Herðu, þá hérna, ef að vera saman hérna. Held ég að þetta sé ekki meir í dag. Nema, ég er með pakka fyrir þig. Þetta er hérna samstarfsaðilar klefans, þetta er heilsuhillan. Þetta er hérna Nutrilink og hérna vítamín og svona. Gekkja. Þannig Takk kærlega. Já, en þakka þér kærlega fyrir að koma og mín gefa var okkur svo ánægjan. frábæri ráð og við fylgjumst með á fókusþjálfun.is heimasíðunni og Instagram. Já. Og ég held okkur öllum plakki bara til að læra eitthvað meira að þér. Yes, bara takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.